Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, nú ætlum við að ræða, við ætlum að svona byrja að ræða út frá Ríkisútvarpinu og tilefnið það að Lára Magnúsdóttir, sagnfræðingur, skrifaði grein í Skírni Ríkisútvarpið eða, kannski erfitt að koma að þessu vegna þess að þú náttúrulega skrifaði þetta áður svona að hugvísindi og fleira sé eiginlega úthýst að einhver leiti í mótun og uppbyggingu stofnana sem að kannski í fljótu bragði maður myndi ætla að einmitt ætti að vera á hugvísindasviðinu. Já, ég reyndi að skrifa því það á eftir. Það kom út aðeins áður greinin kom út. Já. En kannski hefði það átt að vera inn í greininni sjálfri sem ég skrifaði í Skírni útvarpið en það ekki pláss fyrir allt en sú grein hlutverk Ríkisútvarpsins, tilgang þess, markmið, vinnubrögð, það sem lögin segja það. Og ég að skrifa þetta út frá dagskrárstefnu á Rás 1 og sem þá menningar flaggskip Ríkisútvarpsins. Akkurat, einmitt þannig. Og það eru hafa aldrei raunverulega verið nein og ég fer alveg aftur að byrjun til þess að skoða hvað var það sem að mönnum gekk til, hvað brann fyrir brjósti þegar það var verið að ákveða að setja á fót Ríkisútvarp. Fyrir bráðum 100 árum. Já, og ég sem steila þá líka að reyna að sjá hvort það hafi orðið einhverjar breytingar á því og það þetta tilefni að allir sem að hafa hlustað lengi á Ríkisútvarpið finna breytinguna sem hefur orðið á Rás 1 og nú á ég ábyggilega eftir að segja aftur og aftur Ríkisútvarpið þegar ég meina Rás 1. Núna meðan ég tala við þig. Og allir hafa tekið eftir breytingunni. Ég hlusta á Rás 1. Já. Og ég svona stundum velti fyrir hverju það og ég held að ég hafi bara verið aðeins svo gamall þegar Rás 2 byrjaði, þannig að ég bara haldið mig við Rás 1. Það bara, ég var alveg upp við þetta. Já, við vorum nú ekkert svo gömul samt, en ég held ég að verið 24, en það var nóg að ég bara, ég bara, Rás 1 mín útast. Já, Rás 2 var náttúrulega líka bara búin til sem eitthvað allt annað á sínum tíma. Hún var bara músikstöð fyrst, Það átti bara að vera tónlistarstöð, já. En breytingarna sem hafa orðið á Rás 1, því ég sé allir og ekki allir, ég veit það ekki, maður getur náttúrulega aldrei meint nákvæmlega 100%, en það hafa margir tekið eftir því og að það hafa orðið mikla breytingar á Rás 1 á undanförnum, 15 árum eða svo. Og þær eru grundvallar breytingar, dagskráin öðruvísi heldur en hún var, hún öðruvísi unnin, öðruvísi samsett, það líka bara tæknibreytingar, hljóðið öðruvísi, það allt önnur áferð á útvarpinu en ég nú aðalega að tala bara dagskrán og dagskrárstefnu. Hvernig skýrðu breytingarna sem eru svo fyrir þá sem að ég fjalla nú ekki þær í greininni, en það sem að ég geng út frá í greininni að mér finnst nánast hvert sem ég fer þá fólk að tala þetta. Þessar breytingar. Og dagskrár Rás 1 hafi hörnað. Já, og breyst og kannski breyst frá því sem að fólki fannst að þekkja. Ég hef heyrt fólk segja að það hafi sjá eftir vini. Þannig að þetta verður annar karakter. Ég sem sagt fjalla nú dálítið þetta í greininni sem hún Rás 1 en sem sagt ég fer að einn af hvötunum hjá mér til að skrifa þessa grein að ég finna að það erfitt að þetta mjög lítið til umræðu opinberlega og ég finnst að af hverju það svona erfitt að þegar menn setja eitthvað gagnrýni á Ríkisútvarpið þá deyr það alltaf bara, það alltaf bara eins og eitthvað eitt atriði sem fellur dautt niður leið
Það er eitt sem að maður tekja eftir með sambandi við Ríkisútvarpið. Sjálfstæðisflokkurinn og hægra fólk hefur vanist á að gagnrýna Ríkisútvarpið mjög hart. Og sömuleitt held ég bara út á klókindum, ég held ég hafi ekkert sérstaklega við þetta athuga, að þeir bara hafa átt að segja því að með því að gagnrýna það hart frá hægri, að þá snúi Ríkisútvarpið sér að þeim. Vinstra fólk með að dreinföldun að það fer alltaf í vörn þegar Ríkisútvarpið gagnrýnt og vill alltaf bara fara í hollvinasamtökin og helst að einhvern tíma fóruðu og héldu utan Ríkisútvarpið til þess að verja það. Þó svo að Ríkisútvarpið sé kannski alltaf öðruvísi heldur en það var áður eða ætti að vera, því að það hefur tiltölulega mikið breyst, þannig að það minnst að vera færast til svona hægri og þá er ég að tala svona mjög víðum skilningi. En ég sé ekki vörnina það breytast neitt. Fólk alltaf til í að verja Ríkisútvarpið. Og maður kannast kannski við þetta, segjum að við erum heitu botti og maður segir eitthvað, mér er nú gott þarna eitthvað. Nei, eitthvað, en hins vegar, þá er Ríkisútvarpið eins og það hvernig væri það ef við hefðum það ekki. Þannig að fólk bara til í að verja hugmyndinu Ríkisútvarpið, en ekkert endilega hvernig það er. Og þá ertu komin að þessu með tilganginn og markmiðið og hvað á að gera og svo framvegis. Og ég er alveg sammála þér í því að þetta ekki hægri vinstri mál. Nei. Og ég fór þarna alveg aftur í upphæða af þessu og það er alveg greinilegt að þá er bara verið að bregðast við tæknibreytingum. Og sem eru okkur sumum finnst kannski eins og útvarp með einhverju línulegri dagskrá sé hallarislegt og eitthvað gamaldags og eitthvað slíkt. Þetta er feikilega mikilvægur miðill ennþá, en þegar að hann kemur til að þá er þetta algjör bylting bara í heiminum. Því það hefði aldrei nokkuð tímann verið neitt líkt þessu til áður, og að núna er fólk mikið að tala, við erum búin að tala snjallsímana og núna er verið að tala artificial intelligence, gervigreind og eitthvað svona, en útvarpið er kannski fyrsta svoleiðis og sem gerir það kannski ennþá róttækari breytingu á möguleikum heldur en hefði nokkuð tímann verið áður. Að fá þessa rödd og þennan glugga inn í bara baðstofuna eða eldhúsið. Og þetta náðu út þessar útsendingar náðu gríðarlega langt á milli landa og alls konar. Það eru þannig að löndin það fara bara allir allstar, þá þarf bara einhvern veginn að taka á þessu ákveða hvaða form á að setja þessum hlutum, og Evrópumenn nágrannalönd Íslands töldu að það sem hefði gerst í Bandaríkjunum væri víti til varnar að hleypa öllu lausu, og það er ákveðið beinlínis að búa til ríkisút, og það var fyrst sett bara að gefið leyfi á frjálsa stöð, þannig að það er ekki eins og það var ekki eins og verið reynd. En það er nú önnur saga, en þegar þetta er ákveðið að þá er markmiðið að koma í veg fyrir það að þetta verði bara auglýsingamennska og í raun og veru bara einhver markaðs og pólitísk öfl nái yfirhöndinni og fari að og það er ákveðið að búa til í staðinn menningarstofnun, það er ekki kallað menningarstofnun þá, en það er með það markmiði að verða að koma upplýsingum og ekki síst menningu bara heim í baðstofu eins og segir bara í nyrstu firði og þetta átt að vera skemmtilegt, upplýsandi, þátt að segja hvað er að gerast í heiminum og svo framvegis, og þetta verður svona eins konar alþýðu menntunarstofnun og þetta hefur göfug markmið. Svo ég noti þá nú tíminn náttúrulega bara orðin svo viðkvæmur, maður veit ekki hvaða merkingu fólk vil kannski leggja það, en göfug markmið þýðir þá það að þetta átt að vera gott og fallegt, leiða gott af sér, ekki bara vera með eitthvað væmið eða svoleiðis. Og þetta var líka bara í fjölmiðlum almennt, ég man að einhvern tíma var það sagt svona miðja síðustu öld að það að vera áskrifandi að London Times væri á við BA-gráðu í háskóla. Já, einmitt. Það myndi mentast hægt og bítandi myndur mentast. Og það var þannig með útvarpið að ég þekki það bara úr minni æsku að ég fekk að heyra þar ýmislega hluti sem var ekki boðið á minni fjölskyldu. Þannig að ég á Ríkisútvarpinu mikið að þakka. Það segi ég líka. Þar er alls konar hluti sem að ég hefði bara aldrei heyrt eða heyrt ef að það væri ekki þetta útvarpi, og ég er ekki að segja að mér hafi
alltaf þótt rosalega skemmtilegt en ég er mjög þakklátt fyrir að heyrta samt. Tónlistarþættir alla heimis með þetta það núna í hug bara. Já. Það var hljóðheimur sem mér stóð ekki til boða. Nei, það er bara svo margt og ég meina bara symfóníutónlist, bara yfirleitt sko. En það sem mér langaði til að gera núna með þessari grein var í raun og veru að náttúrulega fyrst ég er búin að vera að fylgjast með þessu lengi, ég er búin að vera að kanna það sem að gerast eða sko lesa mér til og fylgjast með og lesa lögin og svona og svo ákveði ég bara að taka þetta formlega og fara bara að vinna í því að leita að þessu og markmiðið að hluta til náttúrulega bara að reyna að skilja hvað er að gerast og líka að búa til nýjan möguleika á því að tala Ríkisútvarpið sem að hefur umræðan það hefur mjög lengi snúist annars vegar sko rekstrarform. Því var náttúrulega breytt í opinbert hlutafélag, ég byrja alltaf að segja opinbert hlutafélag 2007 og svo það þessi staða Ríkisútvarpsins á fjölmiðlamarkaði og sem þá staða á auglýsingamarkaði í leiðinni og mér langaði til þess að reyna að búa til vettvang til þess að tala öðruvísi, far bara að tala Ríkisútvarpið, frekar heldur en að vera alltaf að tala. Já, bara til hvers það og svo framvegis. Svo það verður bara mín niðurstaða að Ríkisútvarpið dagskrá, það markmiðið með því. Það í lögunum, sko, það ekki talað að reka opinbert einkahlutafélag í sjálfu sér. Þetta til þess að þarna sé boðið upp á dagskráin. Þetta náttúrulega svo víð skilgreining að í sjálfu sér þetta að setja hvað sem að inni eða hvað. Sko, nefnilega ekki. Málið að ég bara að skoða lögin og ég lít svo á og ég held að það sé rétt hjá mér að Ríkisútvarpið til vegna þess að það var pólitískur vilji fyrir því og það samþykkt lög það og ríkið getur ekki starfa útvarpið getur ekki starfa samkvæmt neinu öðru heldur en þessum lögum og þau fara þá það dautt, skilur það bara það beint samhengi á milli þess að það Ríkisútvarp og það lögum það og í lögunum hefur sko, lögin hafa verið talsvert mismunandi á þessum 100 árum þó það nú væri en til að byrja með og þetta hangir auðvitað alltaf einhverju leyti saman við rekstrarformið en fyrstu 40 árin var Ríkisútvarpið í raun og veru bara rekið sem leyfi ríkisstjórnarinnar til að halda út í útvarpi. Síðan 1971 þá eru sett lög það til þess að styrkja það, gera það sjálfstæðara og til að þá það raunverulega gert að menningarstofnun. Það síðan leyst upp 2007 þegar því breytt í einkahlutafélag. Nei, opinbert hlutafélag. OHF. Sem núna umræður að snúa tilbaka vegna þess að það bara óskapnaður. Það eru fleiri sem að segja að það bara breytir svo aftur í stofnun. Já. Ég ákvað að tala ekkert mjög mikið það vegna þess að það hefur verið svo mikið talað það. Okay. Og ekki stöður og auglýsingamarkaði. Þú vilt tala innihaldið. Ég að reyna að tala innihaldið og reyna að segja eitthvað annað heldur en það sem alltaf verið að segja. En mín niðurstaða samt svo að þetta það hefur alltaf verið samkomulag það var aldrei neitt lýst mótfallin því að þetta væri tilgangur með þessu væri þessi menningarlega tilgangur í þjónustu við fólki í landinu. Það tilgangurinn, að þjónusta fólki í landinu með ákveðnum hlutum á ákveðin hátt. Það sem gerist líka að 2007 verður það að hlutafélagi og þá sett í stjórnskipulagið verður þá eins og hjá fyrirtæki. Og það snýstur það, OHF-væðing þá svo trú að fyrirtækin hafi búið til stjórnunarstruktúr sem sé góður á meðan að stofnanina hafa stjórnunarstruktúr sem slæmur og það muni bæta stofnunina með því að taka upp fyrirtækjastruktúrin. Já, og þetta var lengi Þetta nýfrjálsíkin. Já, ábyggilega. Þetta lengi ég bara frekar feimin að taka undir það sem að þú segir því að ég veit að við erum ekki alltaf sammála um pólitík en ég býst við þetta sé nokkurn veginn svona rétt hjá þér eins og ég fallist á það. En við, sem sagt, 2013 þá eru síðan sett afturlög sem eru heildstæð lög Ríkisútvarpið og þá heita lögin Ríkisútvarp fjölmiðl í almannaþágu
og þarna í fyrsta skipti orðað í lögunum að Ríkisútvarpið sé fjölmiðill og það var löngu farið að tala það sem fjölmiðil en það varð ekki fjölmiðil að lögum fyrir en þarna og það sem mér finnst ég kannski koma með þarna dálítið nýtt að það er það að kalla það fjölmiðil þá verið að staðsetja það ennþá skýrar á fjölmiðlamarkaðinum eða í því umhverfi. Það ekki búið að breyta markmiðunum og tilganginum eða neitt svoleiðis sko, hann þarna áfram. En með því að gera það fjölmiðli að þá verður sko togstreita ekki og meiri togstreita heldur en bara með fyrirtækjavæðingunni inn í fyrirtækinu sjálfu og það ekki sem sagt bara togstreita milli Ríkisútvarpsins og annarra fjölmiðla heldur myndast líka togstreita inn í fyrirtækinu sem á annars vegar að vera menningarstofnun og hins vegar á það líka einhvern veginn að vera fjölmiðl og eftir hverjum á það þá að taka eftir Morgunblaðinu eða Samstöðinu eða Stöð 2 eða BBC eða skilur hvað eru þeir þá og þá gleymist kannski bara svolítið að vera maður sjálfur. Og það að vera menningarstofnun? Það í raun og veru að vera menningarstofnun. Ég sko með má ég lesa aðeins upp úr en sem sagt í lögunum þá stendur að þessi markmið Ríkisútvarpsins eða markmiðið með lögunum Ríkisútvarpið að stuðla að lýðræðislegri umræðu, menningarlegri fjölbreytni og félagslegri samheldni, mæta þörfum og framleiðslu á vanduðu og fjölbreyttu efni. Þetta svo hlutverkið, sem sagt að þá farið nánar út í það sem það að gera, þá að leggja rækt við íslenska tungu, þá að kynna sögu þjóðarinnar, menningar, arfleið og náttúru, bjóða fjölbreytt og vandað menningarefni, fjalla ólík svið, menningarlista og íþrótta og vera vettvangur umræðina íslenska menningu og samfélag. Dagskráin samkvæmt lögum að lágmarki að vera fréttir og fréttaskýringar, fræðslu þættir, íþrótta þættir, afþreyinga af ýmsum toga, lista og menningaþættir og sérstakt efni fyrir börn og ungmenni. Og svo hefur það líka skyldur í vinnubrögðum. Það á að rækja fjölbreytt hlutverk sitt af fagmennsku, metnaði, heiðarleika, virðingu og í starfi sínu á það að vera til fyrirmyndar gæði og fagleg vinnubrögð. Þetta orðalagið eins og það í lögunum núna frá 2013 og þetta meir og minna eins og það var í lögunum áður nema rundar þetta að það vera til fyrirmyndar gæði og fagleg vinnubrögð sem að mér finnst í raun og veru styrkja þá skoðun þetta vera menningarstofnun. Það á það að búa til undirstöður frekar heldur en að vera bara þáttakandi í pólitíska rifrildinu eða eitthvað svoleiðis sko. En ég að miða við þetta þegar ég að tala þetta og svo skoða ég ég skoða skýrslur og gögn sem hafa verið gefin út Ríkisútvarpið á löngum tíma. Ég náttúrulega fer ekkert út í allt en það sem að ég sé að það sem sagt bara beinlínis opinberar upplýsingar að þetta dagskráin það sem hún á að lágmarki að vera, það ekki staðið við það. En getur það ekki verið túlkunaratriði? Að þú segir að þetta ekki menningarstofnun og þá getur ykkur svarað hvað, ert þú ekki bara með allt og þrönga hugmyndu hvað menning? Að þú telur að vera ykkur bara hámenning? Jú, við erum með alls konar Jú, það alveg hægt að gera það en það væri samt svolítill útúrsnúningur. Ég ætla bara að kalla þetta menningarleg markmið en nú var ég að lesa upp úr lögunum þar sem stendur að dagskrán að lágmarki að vera þetta og þetta og þetta. Sem fréttir. Og mín hugmynd svo að það sé ekki hægt að það, ef það ekki, það sé ekki hægt að miða við annað en lögin þetta. Rás 2 ekki með neitt barnaefni og Rás 1 með minna, og þetta stendur bara í skýrslum. Bara á búið að vera mörg ár. Að það minna barna- og unglingaefni heldur en auglýsingum í mínútum eða klukkstundum talið í Ríkisútvarpinu á hverju ári. Þetta opinberar upplýsingar. Nú ég ekkert að leggja mat á það, sko. Svo alls konar hlutir sem að ég myndi sjálf geta lagt til, skilur, en það ekki það sem ég að gera þarna. Ég ekki að reyna að koma þannig sér mínum sjónarmiðum á framfæri. Barnaefni var í upptalningunni, en ekki auglýsingar. Já.
Já, og þá segir þú að þau séu ekki að sinna skyldu sínum samkvæmt lögunum. Já. Með því að þetta er vel innan við 1% sem af barnaefni. Mér finnst það alveg nóg til að segja að af þessum þarna, þá sem sagt, af þessari upptalningu þá ætti barnaefni að vera stærri hlutur. Það var, svo líka annað, maður sér í vinnugögnunum að það ekki miðað við þetta, heldur eru búnir til einhverjir aðrir flokkar sem að ekki hægt að sjá hvernig þeir samrýmast þessu í raun og veru. Það til dæmis í skýrslum sem að fjölmiðlanefnd alltaf að fara yfir þetta efni og telja mínútur og reikna í prósentum og svona, þannig að maður getur gengið að því hvernig efnið það til dæmis ekkert þar sem heitir fræðsluefni. Ég held að fjölmiðlanefnd gerir þetta ekki heldur, síðan sko fjölmiðlarnir sem að senda fjölmiðlanefnd þetta. Já, ég segi bara, ég les skýrslu frá fjölmiðlanefnd. Það er ekki einhver manneskja fjölmiðlanefnd sem að hlusta alltaf. Nei, ég held að þetta sé unnið upp úr skýrslu sem Ríkisútvarpið býr til sjálf, sem segir manni þá líka það að Ríkisútvarpið ekki í sínum vinnugögnum með neitt sem heitir fræðsluþættir. Skilurðu, það stendur í lögunum að það vera fræðsluþættir, en í úttektinni þá engir fræðsluþættir. Þetta hluti af því vandamáli hvað það erfitt að ræða Ríkisútvarpið, það að maður, sem sagt, það ekkert hald í umræðinu, það ekki... Það ekki samkomulag hvað hugtökin eiga merkja, eins og hvað fræðsluþáttur, og hvað samfélagsmál. Já, og svo það þessi samfélagsmál sem eru ekki nefnd þarna en eru 30% og búin að vera það lengi fyrir 30% af efni Rásar 1. Og ég veit ekki hvað samfélagsmál eru. Það líklega bara morgun útvarpið og Rás 1. Mér finnst mjög líklegt að samfélagi nærmynd eða hvað reytað núna? Sé mikið af þessum þáttum þar sem svona verið að fá fólk í viðtöl svona bara þann daginn og ræða eitthvað sem að gerast í dag sem er ódýrt, óunnið efni, sem nánast ekki ritstýrt og sama eins og hét einu sinni dægurmála útvarp. Ég giska á að það sé að miklu leyti það. En sem orðið megnið af því efni sem að Rás 1 framleiðir. Það orðið þannig efni, það bara svipað við erum með hér. Já. Ég fæ þig í viðtal og það hérna í morgunútvarpinu, þá einhverju 2 umsjónarmenn og þau bóka eitthvað daginn áður og svo tala við einn á hverjum hálftíma og þau tala mjög hægt. Nú það? Það mjög áberandi með morgunútvarpið Rás 1 og svo kemur þessum Sigurlaug fær eitt gest og talar í hálftíma við hann og svo það morgunleikuminn og svo koma 10 fréttinnar og svo kemur KK og spilar músík, mikið svona amerísku söngbókina og svo kemur held ég heiti ennþá samfélagi nærmynd og þar eru kannski 3 viðtöl þar sem að þau bókuð inn í þáttinn og svo kemur hádegi, þar reyndar eru að skjóta inn þetta helst sem svona gæti verið fréttaskýringa þáttur. Síðan eftir þá byrjar þetta aftur og þá eru 2 með eitthvað þátt sem að ég man ekki heiti núna þar sem við fáum einmitt eitthvað til þess að koma og spjalla og svona heldur þetta bara áfram að það engin svona unnin eitthvað sem getur kallast fræðsluþáttur inn í þessu. Engin. Nei, og svo hafa hvað það nú heitir endurtekningar aukist mjög verulega og undanfarið þá mjög mikið verið að spila efni sem bara ævagamalt og það byrt... Það heyrir látið fólk í útvarpinu stundum? Já, og það byrt óyfirfarið, þannig að það kannski bara sagt á miðvikudegi og í gær sunnudaginn, þú veist, þetta 2011 eða eitthvað, þá gerðist þetta og þetta. Með endurtekna efninu, þá af því að það orðið það stór hluti af þessari dagskrá og þá í raun og veru kemur líka í ljós að það önnur röksemd sem ég hef fyrir því að útvarpið uppfylli ekki þær kröfur sem eru gerðar til þess Rás 1 sem að vera að fjalla samtíman. Heldur í þessum spjallþáttum ekki verið að fjalla samtíman? Við erum að fjalla samtíman hér. Já. Þetta samtal geti verið í morgunútvarpinu eða mannlega þættinum eða samfélagi nærmynd. En ekki á einhvern annan hátt. Ég veit ekki hvað þetta heita, svo ég sé ekki að vísi einhverja gamla þættir sem eru löngu hættir. Nei, ég held að það samfélagið, held ég, hann heiti þessi þáttur sem þú varst að tala áðan, en sem sagt,
það er ekki Já, núna þeir eru búin nú eru þeir komin í sumarfrí, þannig þeir eru búin að breyta þessu þáttum. Já. Nú morgunþáttur heitir Sumarmál. Já. Já, svo kemur eitthvað sem heitir En svo Straumur. líka annað sem að ég talaði ekki í greininni en ég málið að það varð mjög mikil breyting þarna eftir 2013. Það verður bara rosaleg breyting. Og það var skipt út meira og minna öllu starfsfólki líka tæknimönnum og öllu, það var bara, og svo bara sett inn nýtt fólk. Mikla hreinsanir á Rás 1. Já, þannig að það öll fyrirtækismenning og bara menning í því sem hefur að gera, þú veist, hún bara fór þannig að það byrja bara eitthvað nýtt í staðinn og margir óánægðir með það en á einhvern hátt þá var það þannig séð frekar stöðugt í dálítið langan tíma en síðan fór að hallundan fæti og ég get ekki alveg nefnt hvenar og mér mjög illa við að vera að tala einhvern veginn beina umræðinu þannig að hún snerti eitthvað ákveð fólk en það gerist þarna í raun og veru hausti 2022 þá greinilega bara allt, það hefur bara greinilega eitthvað gerst. Eins og hvað? Þá var bara útvarpið byrja að verða eins og það núna. Bara fullt af endurtekningum og einhverjum bara þannig að maður bara fer stundum hjá sér. Það verður, ég bara ekki nógu mælsk til þess að, og ekki búin að undirbúa mig til þess að ræða akkurat þessa hluti. En svo gerist það að dagskrárstjórinn segir upp störfum. Sölstur? Já, og svo það gerist frekar hratt og það auglýst og ráðinn nýr dagskrárstjóri. Og ég skal alveg játa það að ég var eina af þeim sem sóttu og fekk ekki. En þetta snýst samt ekki mig. Mér fannst það mjög sérkennileg ráðstöfun að velja lögfræðing sem hafði verið verið að vinna á dagblaði og dálítið sjónvarpið til þess að taka að sér að stýra Rás 1. Það hefði meðal annars komið inn og stýrt Silfrinu með Agli. Já, en ég meina það sjónvarp og það frétta, það ekki stefnu framfylgni í menningarmálum þjóðarinnar. Þetta mjög valdamikið starf í raun og veru og kannski, já, en ég ætla að klára það sem ég var að segja. Hún er í Sjálfstæðisflokknum. Já, þú bara segir svo leys, já. Ég meina, hún myndi ekkert... En málið að það hefur ekkert lagast síðan. Það ennþá ekkert að gerast þarna. Það bara meira og meira af endurtekningu og meira af flatnesku en svo alveg inn á milli alveg góðir þættir. Ég ekki að segja það sé allt hræðilegt sem þarna, ég tala sem heildar eitthvað, gengur þetta ekki upp en það líka þetta að þetta leiddi mig á þær slóðir líka að ég get sagt það líka, ég sagði þegar í umsókninni minni dagskrárstjórastarfið, þá sagði ég, mér fyndist, ég myndi beita mér fyrir því að það væri gerð úttekt á þessum grundvallaratriðum og unnið eftir því og nota það til þess að og þannig að þegar ég fekk ekki starfið þá ákvað ég að gera það sjálf, það líka hluti að því mér bara finnst þurfa að gera þetta en svo bara þegar maður fyrir að skoða þetta þá sé ég að dagskrárstjórinn lögfræðingur, útvarpsstjórinn lögfræðingur í stjórninni þá það bara nöfn það stendur ekki af hverju þetta fólk í stjórn sem það valið af þingi já en ég meina það stendur ekki Jón Jónsson forstjóri hjá þessu fyrirtæki eða verkfræðingur þarna eða eitthvað sem það bara Jón Jónsson og Guðrún Jónsdóttir skilur. Þannig það sér að sumir flokkarnir reyna að velja fólk sem hefur einhverja reynslu af fjölmiðlum. Já. En það ekki algilt. Nei, það ekki algilt og það þetta bara margt mjög fínt fólk verið þarna í þessari stjórn og ég hef nú ég skilit eiginlega þannig að það valdir góðir menn með alls konar sérþekkingu og fólk sem hefur staðið sig vel í sínu fæi og hitt og þetta en heildarsamsetningin samt sem áður þannig að það ekki það bara núna búið að vera í nokkur ára það bara engin þetta nú ég að rekja keðjuna eins og hún leiðir að dagskrárvinnunni dagskrán á Rás 1 það enginn sem veit neitt
þau málefni sem eru sko það er ekki fólk, eða veit neitt. Ég held að stjórnin fjall ekki sem það sko. Ég er að segja sem er með æðri menntun, að því nú bara skiptir það tugum hundruðum, fólk sem er með háar prógráður, það fyrir skóla, það eyðir fjölda ára í þetta, ríki styrkir til þess að læra íslenskt mál, sögu, íslenskar bókmenntir, menningu og hitt og þetta og svo líka bara að læra þessa hluti án þess að það sé endilega bara íslenskt og þessu fólki, þetta fólk kemst hvergi, það er hvergi nýtt. Já. Sko nú getum við bara, aðeins bara sko horfa á líka hérna, hvað heitir það, semst hagsmunaaðilinn. Mér finnst ég ekki vera hagsmunaaðilinn þegar ég sæki starf dagskrárstjóra. Það er þjóðin sem er hagsmunaaðili. Ég er að reyna að hugsa þetta þannig, skilurðu. Og það er bara einhvers konar villa í gangi að það sé fyrirtæki sem framleiðir vöru, við getum sagt svo sem er dagskráin og það sé hvergi í stjórnunarferlinu eða stiganum neitt sem hefur sérþekkingu á því sem er skilgreint í lögunum því sem er viðfangsefnið og samt er ríki að borga það. Já. Og það er að borga til þess að þjóðin fái sem besta þjónustu en það er kannski ekki besta þjónustan en það góða við þetta sko, mér finnst mjög óspennandi að koma fram með einhvern svona skandal og að vera rosa hneyksluð og allt sé alveg ömurlegt og eitthvað. Það þarf í raun og veru ekki annað heldur en að fólk bara ákveða að sína smá metnað. Og það kannski byrjar á því að það bara lesi lögin, að það sé skipað í stjórnina þannig að hún myndi einhvers konar skynsamlega heild. Skilurðu? Það sé ekki bara einhver samtíningur í stjórninni. Stjórninni sé síðan bara gert að vinna vinnuna sína. Stjórnin til dæmis heldur því statt og stöðut fram, er mér sagt og mér finnst það sjást á vinnubröðunum að hún eigi ekki að skipta sér af dagskrá. Það var sem að vera að koma að áðan. Það er sko stjórn Ríkisútvarpsins skiptir sig ekki dagskránni. Nei. Og útvarpsráð að sömuleyti var búið að draga mjög úr því á svona fyrstu árum þessar aldar. Já, útvarpsráð var bara svo ég segi það ritstjórn Ríkisútvarpsins. Það var áður, en það er ekki lengur. Já, nei, ég bara segja bara fyrir hlustendur skilur. Þetta snýst ritstjórn. Já, nú er aðkoma stjórnarinnar því að þau ráða sér útvarpsstjóra sem að mótar ræður dagskrárstjóra og eitthvað fleira og þau móta sameiginlega einhverja stefnu. Það stendur í lögunum að útvarpsstjóri og stjórnin eigi að móta dagskrárstefnuna. En hún gerir það ekki. Nei, og svo á dagskrárstjórin að vinna eftir þeirri stefnu. Hann á í raun og veru ekki að móta stefnuna. En eins og þetta núna þá er sennilega bara þessu öllu varpað á hans herðar. Ég veit það ekki. Ég held að það hljóti að vera mjög erfitt starf að vera dagskrárstjóri á Rás 1 eins og málin eru núna. Það eru... Og líka af því að það eru svo lítið af öðrum að ef maður er einn sko að vinna í einhverju svona og hinir sem að vinna með manni er ekki að vinna á sama plani þá er náttúrulega sko þá vantar stuðning, það vantar aðhald, það vantar það að fólk sé raunverulega að vinna, já, geti talað saman það sem það er að gera. Og þá er ég að tala á þessum forsendum sem lögin segja að það eigi að vera. Einu sinni voru þarna alltaf að vinna bara merkilegustu tónlistamenn landsins, hámenntustu málfræðingar og sagnfræðingar og bókmenntafræðingar og þetta var fólk sem kunni tungumál og það er bara... Heldur að það voru útvatnun í mennaflanum? Já, það er það augljóslega. Það er bara ekki nokkur vafi á því, sko. Og þetta hefur gerst á löngum tíma. Þetta er ekki bara einn flokkur. Ég held að umræðan Ríkisútvarpið hafi farið að sko hallast fyrir aldamótin. Og jafnvel sko bara 1990 eða fyrir það, sko. Og þá er náttúrulega komin að fót þessi krafa að þetta eigi bara að vera fyrirtæki og allt það, sko. Vantrú á því að stofnanir geti byggt upp kultúr innra með sér og þar geti verið sko svona fagleg degla og fagleg fórusta. En ef maður bara ber þetta saman við Sinfóníuhljómsveitina. Einu sinni var Sinfóníuhljómsveitin hluti af Ríkisútvarpinu eða hún var rekin þar inni og það má bara prófa að fara á heimasíðu Ríkisútvarpsins og heimasíðu Sinfóníuhljómsveitinar. Ég meina það myndi aldrei neinum detta í hug að það væri ráðinn maður í Sinfóníuhljómsveitina sem hefur aldrei lært að leika á hljóðfæri. Heldurðu það?
Ég meina, hver í þessu hlutverki á Ríkisútvarpinu sem að þegar maður skoðar það, þá þessa síðu heimasíðu... Sagnfræðingur hefur ekki lært að búa til útvarpsþátt. Sagnfræðingur hefur lært að vinna efni og skilunum í texta og í raun og veru allir hugvísindamenn þeir læra fyrst og fremst bara að fara með texta, lesa texta, túlka texta, skila sér texta. Það í stórum dráttum það sem það sem útvarpið að gera, sko. Þetta snýst íslenska tungu, að tala við, að vera með efni á íslensku fyrir íslensku þjóðina. En þó svo að menntun sagnfræðingsins geti nýst vel við þessar upplýsingum og móta það og koma því frá sér, að þá hefur orðið, það annað fag sem blaðamennska eða fjölmiðla mennska sem sérfag í því að búa til fjölmiðlaefni sem að fyrsta skilgreiningin á Ríkisútvarpinu. En það ekkert heldur verið að velja þannig fólk, skilur. Nei, ég meina... Og hver ráðir hann? Fyrrverandi lögreglustjóri. Já, til þess að stýra þessu. Já. Ég meina það var þegar að hann sótti eða þegar hann var ráðinn, þá var fólk sem að var með alls konar reynslu og doktorsgráðu á íslenskum fræðum, var hent út á fyrstu hvað heitir það, bara í fyrstu umferð. Það var fólk sem hafði gríðarlega reynslu af fjölmiðla rekstri sem að komst ekki að. Þannig að það var ekki heldur verið að leita að, og það líka, ég tala líka þetta, það bara verið að ráða einhverja, en það heldur ekki einu sinni í samræmi við það sem að þó verið búið að gera breytingar á lögunum og svo framvegis, sko. Maðurinn með þessa miklu stjórnsýslu reynslu sem að hann hefur, og ég meina hefur sannarlega, og var metinn á þeim forsendum. Fyrrverandi borgarlögmaður? Já, og örugglega, já. Og lögreglustjóri? Hann var lögreglustjóri og hann var hjá borginni og hann hefur verið í hinn og þessu, og ég meina, og það sést. Það gerðist nefnilega að það var gefið út minnisblað þessa ráðningu sem bara sjaldan gert, þannig að maður fekk svona smá innsýn í það, og þá kemur þetta í ljós að það mjög vel metið. En þetta sem ég kalla menningarhliðina, það semst það kunna aðferðafræði og vinnubrögð og svo framvegis á þessu sviði sem að starfsemi Ríkisútvarpsins að hún var ekkert metin, það var bara ekkert inni í matinu. Og það líka annað með þegar maður í hugvísindum, sem ég náttúrulega hef sjálf lært, að þá hefur maður átt að segja á því að það oft verið að segja, það var nú kannski meira sagt í gamla dag að vera að tala um að fólk væri með væri mentasnobbað og eitthvað svoleiðis, en það einhvern veginn eins og það finnist öllum þeir kunna jafn vel og það sem fólk lærir í hugvísindum. En þegar að ég til dæmis með 14 ára háskólanám að baki í mínu fagi sem málvísindi og sagnfræði, og það gerist þegar maður fer áfram og áfram í náminu að maður lærir meira og meira, þetta í raun og veru stjórnunarnám í leiðinni, skilur. Það ekki bara, maður ekki alltaf að læra hvenær 1 og hvenær 2, skilur. Og fólk í minni mynd þá það fólk sem að hefur slíka þjálfun sem að ríkið á að ráða í stjórnunarstöður vegna þess að þetta ríkið, að bara ríkið á að nota þessi viðmið. En þar með ekki sagt að þetta fólk eigi til að vera í útvarpinu. Það á bara að vera að láta þetta ganga upp. Síðan á bara alls konar fólk að koma í útvarpi. Mér finnst til dæmis núna rosalega mikið af starfsfólki Ríkisútvarpsins alltaf að vera að tala í Ríkisútvarpið. Ég myndi bara vilja heyra miklu fleira fólk tala. Viðmælendur í þáttum hvers annars? Já, en ekki sem viðmælendur. Já, það ekki viðmælendur, já. En nú ég komin langt út fyrir það sem að ég var að tala í þessari grein sem að ég, eins og ég segi, ég vona hún geti orðið einhvern veginn til þess að skapa smávegis nýmæli í þessari umræðu sem að komin í öngstræti, finnst mér. Ég eiginlega, á meðan ég var að skrifa þetta, þá kemur hann
Sjálfstæðisflokkurinn með frumvarpum að breyta þessu aftur í, eða hver var það aftur sem kom með þetta? Ég maður ekki breyta þessu aftur í stofnun. Stofnun, já. Og ég held að það væri skynsamlegt, en það liggur, já, það var Óli Björn, það fáir sem ég eins ósammála Ríkisútvarpið eins og Óla Björn, en í þessu tilviki þá ég sammála honum. Hann segir það alveg opinskátt að hann hefði viljað leggja þetta niður. Og þar ég mjög ósammála honum, vegna þess að ég held að Ríkisútvarpið hafi feikilega mikla þýðingu og við megum ekki gleyma því að íslenska í raun og veru leyni tungumál. Það enginn sem talar þetta tungumál nema við. Það enginn sem hefur hagsmuni af því að halda við þekkingu á því og á íslensku þjóðfélagi sögu, menningu og yfirleitt. Og Ríkisútvarpið á Íslandi hefur þessan alveg sérstaka stöðu til þess að viðhalda þessu að við getum talað okkar eigið þjóðfélag og á okkar eigin tungumáli. Og þetta einn af tilgangi Ríkisútvarpsins. Ég meina ef að Norðmenn fara að gera einhverja tóma steypu þá skilja Danir það og segja bara hvaða rugl í ykkur. En Íslendingar geta sagt ótrúlega hluti þess að nokkur maður viti af því að við erum bara hérna inn í þessu en svo þetta rosalega merkilegt og við verðum líka að halda því við þess vegna en við megum ekki halda það samt að íslensk tunga sé bara, þetta gangi allt saman út að vernda eitthvað gamalt og úrelt. Þetta tungan sem við notum, það allt sem gert á Íslandi skrifað á þessu tungumáli og ef við kunnum það ekki, þá varðar það bæði okkar samtíð og framtíð, skilur við. Þetta ekki bara, þetta nefnilega alvarlegt mál. En ekki að segja að Ríkisútvarpið eins og það núna, með löggu í brúnni, að sé að, eyðileggja íslenskuna eða, nei? Nei, en Þú telur bara mikilvægt að Ríkisútvarpið sé, svo má deilum það hvernig það Já. Þú telur það skorti þarna faglega fórustu innan Ég held að það mætti vera miklu, fjölbreyttara tungumáli í Ríkisútvarpinu heldur niður og það gerist meðal annars vegna þess að það svo mikið af svona einfaldri dagskrárgerð. Ef að þarna væri meira af unnu efni, hvað væri... Það dýrara? Já. Þá þýðir að vera meira endurflutningur? Það ekkert víst, Ég bara reyni að svara eins og rekstrarstjórinn. Já, en mér minnir að ég hafi skrifað það í greininni og það fyndist mér að vera tilraun sem væri vert að gera að því að maður segir alltaf að það sé fjársvelti og svo framvegis, en það bara miklu líklegra að fyrirtæki nái markmiðum sínum ef það með eins hæft fólk í brúnni eins og það mögulega getur fengið. Og mér finnst mætti byrja á því að bara taka það rosalega alvarlega sem fagstofnun. Skilur bara, útvarpið einhvers konar fagstofnun eins og þjóðminjasafnið, Þjóðleikhúsið og það kostar ekkert meira að ráða mann sem hefur lært til verka heldur en að ráða mann sem hefur ekki lært til verka. Það er bara eitthvað kaup fyrir það að vera í þessum störfum og það væri bara fróðlegt að sjá hvað kæmi út úr því en já, það sem ég var að segja áðan þegar ég var að segja bera saman heimasíðunni hjá Þjóðleikhúsinu, hérna Sinfóníuhljómsveitinni og útvarpinu og Sinfóníuhljómsveitinni þá eru starfsfólkið kynnt, það sagt maður færi að vita svona í stórum dráttum hvað það hefur lært og hvað það hefur afrekað, maður skilur okkur að það að vinna þarna, en flettir upp á Ríkisútvarpinu og bara nöfn, maður veit ekkert hverju þetta og svo prófum maður að googla og það bara að happa glappa hvort maður finnur þetta fólk, maður veit ekki, þú veist Ég held að sé það bara, já, það væri bara skemmtilegra fyrir okkur almenning að skilja betur hvernig þetta fer allt saman fram. Já, það eins og vill oft verða með fjölmiðla að það verið eins og sé verið að reyna að venda starfsfólki fyrir svokölluðu buggi. Þannig að það eiginlega mjög erfitt að komast að starfsfólkinu sem þarna. Þetta bara ákveðið svona attitút sem þetta svona bankarstemming. En ég meina, ég alveg saman að það vantar faglega fórustu inn á Ríkisútvarpið. Mér finnst það bara augljóst á dagskránni. Og fólk með sín bara sem að og faglega fórustu byggist meðal annars á því að þú getur ráðið við að hafa margs konar markmið og þú vinnur við að byggja það upp. Þú hefur
ekki bara að lifa af þáttinn í dag eða eitthvað svoleiðis, þú ert með einhver uppbyggingar verkefni, þú ætlar að skila ríkisútvarpinu á svona miklu betri stað eftir 3 ár, þú ætlar að svara, þú ætlar að vera með endurskoðun yfir það efni sem þú ert með, en þú sjálfsagt að bara setja spurningamerki við allt saman og þú bara þannig að það sé eitthvað svona degla í gangi. Mér finnst þetta líka vera áberandi með fréttastofuna hjá þeim, að mér finnst þetta skorta bara faglega forystu. Þannig að þú veist, hvernig erum við að fjalla mál, hvernig fjöllum við pólitíkina, hvernig fjöllum við þinglókin. Ég var nú eitthvað að fjalla það í þetta að þar var ekki fjallað efnisatrið þeirra mála sem var verið að afgreiða, þó að það væri til dæmis breytingar á almannatryggingunum, breytingum á húsaleigulögum, mörg mál sem að snertir mjög mikið stóra hópa í samfélaginu. Heldur var verið að fjalla þetta svona eins og að væri eitthvað jói alltaf að semja þinglókin við hinn, hvort þetta komast í sumarleyfi, og hann hefur búið að breyta stjórnmálunum yfir í eitthvað svona, ég veit ekki hvað það sko. Það sem öllu máli skiptir, þú veist, hvernig kom þessi út úr þessu og eitthvað svoleiðis tala eins og en ekki raunverulega vera að fjalla pólitík eins og mikilvæg samfélagsmál. Hljómar svolítið eins og það sem ég var að reyna að tala sko. En þú segir að eina ástæðan sé það sé ekki bara valin inn forysta inn í stofnunina sem að ræður við verkefni sem lögð upp, sem eru að reka menningarstofnun. Og bara skilur að það sé málið sko. Já, og það held ég að kannski þetta sérstakt við ríkisútvarpið, en ég held að við getum fundið þetta mjög víðar. Við höfum stundum verið að fjalla skólamál og menntamál, og þá fær maður mjög fljótlega þegar maður tilfinninguna þegar maður að tala við kennara og skólastjórnendur, að suminleiti glíma þau við þetta sama, að það vantar svona faglega forystu inn í skólanum. Stundum þetta orðað þannig við mig að sko, skólastjórinn hann meira og minna að útfylla einhverja skýrslur til þeirra sem eru með fjárveitingavaldið. Þannig fjárveitingavaldið lítur á hann sem rekstrarstjóra, og síðan hann með hópinn sem hann á að vera að stýra, sem faglegt fólk sem að byggja upp sko kennslu og menntun, en hann hefur bara enga tíma í því vegna sem alltaf að svara kallinu með budduna. Þannig að smátt að færi sko hlutverk skólastjórans yfir því að verða eins og hluti af fjármálaaflinu inn í stofnunum. Og ég held að það sé ástæðan fyrir því að þeir sem að fóru með ríkisvaldið á sínu tíma vildu fá svona kall til þess að reka ríkisútvarpið, vegna þess að líta svo á ef við skiljum eftir dagskrárgerða fólkið eða fréttamennina eða þá sem hafa áhuga á sko samfélaginu, ef við skiljum þau eftir þá verður þetta eitthvað svona glórulaus vitleysa, þannig við verum að fá eitthvað sem setur aga á þetta lið. Vegna þess að þessu fólki, það kannski hugvista fólkinu, ekki kannski öllu menntaði hugvistum, þessu fólki ekki treystandi til þess að reka stofnun, og það sama heyrir alveg, það heyrir sko hægri menn og tala sko skólakerfið, þá er það alltaf þessu hugmynd, ef að við setjum ekki eitthvað aga á þetta, að þá fara þau hægt að kenna börnunum bara að lesa og fara bara með niður í fjöru og skoða skeljar eitthvað svona, þannig við verum að hafa eitthvað svona aga á þessu. Ég held að sömuleyti tengist þetta, sem þá bara að við erum kannski kunnum ekki að horfa á verðmæti öflugrar ríkisútvarps sem menningarstofnun eða skóla eða eitthvað svoleiðis, vegna þess að við erum farin að horfa á allt kerfið út frá manninu með budduna. Fjárveitingavaldið orðið okkar Guðs, það sem þú treystir á, það verður þinn Guð, og við treystum á peningana og peningarnir er okkar Guð. Og þetta sko, það verið að, það sem ég tala er að það eftirlitsstofnanir með ríkisútvarpinu, að því ég treysti mér ekki til að fara að tala skóla eða annað, að eftirlitsstofnaninnar, þær horfa líka bara á fjárhagsliðina og rekstrarliðina, telja sig ekki eiga að gera neitt annað. Fjölmiðla nefnd á að meta það á hverju ári hvort að ríkisútvarpið hafi staðið undir almannahlutverki sínu, en samt segir hún líka að dagskráin sé þeim óviðkomandi og ég segi hvað þá eiginlega almannahlutverkið. En ég tek undir það með þér að kerfið að byggja sig upp alltaf meira og meira í þá átt að verða alltaf, þetta líka krafan rosalega góða stjórnsýslu, alltaf meiri stjórnsýsla og allt orðið, auðvitað þarf að vera ægi og það þarf að gera hlutina almennlega, en þetta orðin úreltur misskilningur finnst mér að
að það sé engum treystandi til að reka neitt nema hann hafi, ég veit það ekki, lært viðskiptafræði eða hagfræði, því það er bara einn hluti af þessu starfi. Ég sjálfsög veit ekki hvað, eða lögfræði eða hvað það er. Það hluta til þess að þegar þú varst að lesa áðan lögin frá 2013, þá var ég að hugsa, já, þetta búið að móta þetta svona, þannig að raunverulega þarna litið á að ríkið sé eins og verkkaupi. Og það ríkisútvarpið sem að skilar þessu verki sem að ríkið skilgreinir. Já. Og ef við náum að móta það þannig, þá getum við bara ítt ríkisútvarpinu frá og bara láta einhvern annan ríkið kaupir þess að þjónusta af einhverjum öðrum. Já. Og þá er byrjað að skilgreina það einhvern veginn hvert er hlutverkið. Já. Ef við værum að byggja upp svona menningarstofnun, þá myndum við líklega að væri markmiðið það að inn í þessari menningarstofnun yrði eitthvað svona kúltúr sem að réði við verkefnið. Já. Og það tekir langan tíma að byggja það upp. Við þurfum að hafa svona dýnamík þannig inni, þannig að vera ólík viðhorf, eitthvað átök inn í því og eitthvað fleira. Það væri markmiðið að út úr þessu kæmi síðan bara það ríkisútvarp sem er bara besta ríkisútvarp sem við getum búið til með því að ýta undir þroska og þróun þessa fyrirbrigðis. Já. En þessi hugmyndur að fjárveitingakallinn sé alltaf að kaupa þjónustu, það endar í svona skilgreiningum. Já, ég reyndar fattaði ekki og hef ekki áttað mig á því að það sé hægt að lesa þetta svona, því ég er bara að hugsa þetta út frá menningarlegum markmiðum og mér finnst þetta fyrirmynda ríkisútvarp sem þú ert að lýsa það, í raun og veru var einhvers konar svoleiðis ríkisútvarp í gamla daga upp að einhverju marki. Þetta var bara opinn vinnustaður þar sem að flætti í gegn bara skáld og rithöfundar og tónlistamenn og pólitíkusar og bara tónlistaþætti og Leifur Þórarinsson og við getum talið upp öll tónskáld og þessar kynslóðar voru með þætti í ríkisútvarpinu. En núna er þetta bara læst stofnun eins og þú varst að lýsa áðan og Og það er alltaf sama fólkið að vinna alla þættina og gera alla hluti í staðin fyrir að þau séu beinlega þeirra verkefni finnst mér eðlilega væri raunverulega stöðlaði í aðri kæmust að. Frekar en að það sé bara sama manneskjan sem er bæði með matarþætti og viðtalsþætti og félagsmálaþætti og skilurðu. En samt er þetta líka þannig að ég vil halda því fram að þetta sé stórt verkefni sem þurfa að vinna að mörgu fólkis faglega, þannig að ég er heldur ekki að segja ég sé einhvern veginn með öll svör við því og mér þykir það mjög miður að það hafi verið eyðilögð sú menning sem var til inn í ríkisútvarpinu frekar heldur en að halda áfram að byggja hana upp og í raun og veru þá koma í veg fyrir það að hún þróaðist eðlilega með breyttum tíma, að því ég er ekki bara svo það sé alveg á hreinu, ég er ekkert að biðja ríkisútvarpið verði eins og það var 1979 skilur. En það má taka það sem að var gott og vinna það áfram og já, bara aðalatrið finnst mér núna bara að það er hægt að tala hlutina út frá öðru heldur en bara peningum. Það má tala þá líka út frá því hvað lögin beinlega segja að eigi að gera í ríkisútvarpinu. Það myndi hjálpa við að byggja það kannski upp aftur og það myndi líka hjálpa til við það að það væri hægt að umræðan ríkisútvarpið yrði eðlilegu hluti af þjóðmála umræðinni sem ég held að það hafi verið áður. Og þú horfast í augu við að það þarf ritstjóra, það er ekki hægt að vera með ritstjórnarlaust útgáfufyrirtæki. En dagskrárstjórinn er náttúrulega ritstjóri ykkur leiti og svo ertu með svona einstaka þætti. Já, en útvarpsstjórinn og stjórnin eiga að vera yfir ritstjórar. Já. En stundum getur gert að segja að þú setur með eitthvað þátt þarna og þú ræður Siggu og Bjössa og þú segir við þau gerir þið bara eitthvað skemmtilegt. Það getur verið ritstjórn, sko. Já, en þá er maður bundin af lög. Það er ekki alltaf verið svona hýraki í ritstjórn. Nei, en þá er maður samt bundin af lögunum af því þetta er opinbert, apparat. Og þá getur maður ekki bara sagt upp Björns og Siggu. Þá verður maður að segja, ég þarf að vita hvað þið ætlaði að gera, því annars ætla ég að taka Gunn og Palla, skilurðu. Jú, en það er ekki alltaf gott að vera með, það sem að allir þurfa að svara upp fyrir sig. Þá getur endar í ykkur útvarpsráði. Það getur orðið alveg steingeld dagskrá. Já, það getur orðið það, en það er líka, þetta er samt ríkisstofnun.
En ég ætla að segja þetta þarf að vera kúltúr sköpunar og frelsis þannig að sko fólki sem að vinna þarna upplifa að þetta vettvangur sem ég get það stjórnendurnir eiga að sjá til þess að íslenska þjóðin geti það, skilur, ekki bara starfsmennirnir. En ég ætla að grípa þetta sem hún sagði áðan, svo fór ég að tala eitthvað allt of mikið. Þessi hugmyndum það að leggja bara ríkisútvarpið niður og búa bara til svona apparata sem að, þú veist, bara keypt ykkur vinna fólki eða nánast þá eins og ykkur styrkja kerfi til þess að, þetta er gömul hugmynd, hún hefur komið fram, ég verð ekki frá því að Ágúst Thor Árnason hafi komið með hana fyrir mörgum árum og hún kemur oft upp, dúkkar oft upp í þessar umræðu eins og hún sé einhvers konar lausn á vandamáli ríkisútvarpsins. Ég myndi segja að það tvennt við því, fyrsta leið bara ríkisútvarpið til og ef við erum að tala um það þá hljótum við bara að vera að tala um það en ekki eitthvað annað. En í öðru lagi þá tilgangur ríkisútvarpsins dagskráin, ekki það að listamenn og fræðimenn fái peninga til þess að gera eitthvað, sko. Það myndi bara heita skapandi greinar eða þú veist, það er bara einhver annar handleikur og það er til fullt af svoleiðis. Það er til styrkjakerfi til þess að vinna grein eða til þess að búa til efni og svo framvegis. Ríkisútvarpið á að velja dagskrána. Það er málið. Og hún á bara að hafa skoðun á því og stundum finnst þér það ömurleg skoðun og þá átt þú bara að geta æst þig yfir því í blöðum. Hvað er ríkisútvarpið? Hvað er ríkisútvarpið? Ríkisútvarpið er menningarstofnun. Stjórn ríkisútvarpsins. Þú veist þegar ríkisútvarpið á að hafa skoðun, en ég var að lýsa svona kúltúr í einhverju menningar þar sem getur verið bara margar skoðanir. Stjórnin þarf að standa undir því sem að kemur, hún verður að bera ábyrgð á því sem kemur í ríkisútvarpinu. Hún á ekki að vera óábyrg gagnvart þeirri dagskrá sem þar er og segjum að það gerist eitthvað ferlegt að hver á þá að bera ábyrgð á því. Það er sjálfsögðu stjórnin, það getur ekki verið öðruvísi. Bara það ég meina þetta er bara eins og þetta er fyrirtæki, það bara er svona, það er stjórnin, það eru hluthafar sem er íslenska ríkið og Alþingi fer með það og ráðherra milli aðalfunda, svo er Alþingi velur stjórnin velur útvarpsstjóra og þessi ábyrgðarkeðja, þetta er bara eins og hjá þú veist, Brim eða einhverju, ég meina bara öll fyrirtæki eru rekin svona. Nei, það er ekki þannig, því að stjórnin á ríkisútvarpinu segir við skiptum okkur ekki að dagskránni. Það er nefnilega eitthvað skakt þar. Það er svo í Brim myndi segja við skiptum okkur ekki að fiskveiðum. Já, og hvað myndi hluthafarnir segja þá? Já, herðu. Þetta er einhvern veginn. En bara að gera að tala um þetta þannig að það sé til þess að leita að gera heiminn betri en ekki til að fara að rífast ennþá meira. Svo er það líka þannig að sko hvernig, að því við erum að tala Rás 1, að við þekkjum það til dæmis frá BBC, að til dæmis að þau myndu ekki setja svona áherslu á samfélagsumræðu inni á Rás 1 hjá sér. Nei. Heldur færist hún alltaf með út. Já. Og þá er það, því þú sagðir, Rás 1 á ekki að vera eins og 1970. Í BBC væri það að Rás 1 er svona cirka eins og var 1970, það er sama músíkin, það er svona klassík og jazz og eitthvað svona eins og við ólumst upp með og svo bara minnkar aðeins áherslan á samfélagsumræðina vegna þess að hún fer, þar sem BBC setur samfélagsumræðina, þar sem að flestir er að hlusta, þar leggjum við höfuð áherslan á það. Hérna er eitthvað svona alltaf eitthvað hugmyndum það að búa til úr Rás 1, eitthvað svona dómkirkju sem á að vera eilíf á meðan að oft í fjölmiðlum þá bara driftar þetta eitthvað, hlutur ekki bara færist. Já. Og svo BBC er náttúrulega bara með margar stöðvar og hefur alltaf þessi hlutverk og það eru kannski með hlutverk sem að ríkisútvarpið er svolítið að sko skemma fyrir öðrum stöðvum og fjölmiðlum með því að vera að sækja inn á þessar slóðir en jafnframt að búa til tókstreitu inn í sinni eigin stofnun með því að þá sinna ekki nógu vel bara gamaldags útvarpin. Ég meina, ég vil bara líka, við vorum að tala um symfóníutónleika og alls konar, ég meina, ég vil líka heyra ljóð. Kannski eru ljóð bara gamaldags en ég hef ekki heyrt ljóð í fjölmiðlum í áratugi held ég, sko. Ég meina, það eru alls konar hlutir sem að og ég vil heyra miklu meira tónlist og miklu meira hlutina heldur en bara að heyra þá, sko. Það er einhvern veginn líka svolítið annar vettvangur en maður er svona meiri menningar umræða. Já, einmitt. En nú er ég bara farin að láta mig dreyma, sko. Herðu, Lára, takk fyrir að koma hingað og ræða ríkisútvarpið. Og meðan við vorum að tala þá ákvað ég að reyna að finna fleira fólk til þess að tala ríkisútvarpið af því að það náttúrulega risastór stofnun í íslensku samfélagi og alveg sjálfsagt að ræðum það bara eins og við ræðum með menntakerfið eitthvað. Já. Það bara þannig.
Það væri gaman líka ef við töluðu ekki bara fjármál. Nei, kæra þakki fyrir að koma. Takk fyrir mig. En ég sitt hérna áfram og reyni að skilja heiminn og samfélagið sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.